Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Ég rek hérna rafveitu sem heitir Rafveita Reyðarfjarðar og ég hef fengið að kaupa þessa bíla svona í gegnum hana sem svona framlag til samfélagsins og það hefur verið mjög skemmtilegt að standa í því og þetta er bara svona áhugi sem ég fekk fyrir safninu að liðka upp á það og ressa upp á þetta. Þannig að ég er svo sem engin sérstakur bíla áhuga maður en ég hef haft mjög gaman að ég standi í þessu. Sigfús Guðlaugsson, rafveitustjóri á Reyðarfirði, hefur óbilandi áhuga á sögu bæjarfélagsins og ekki síst stríðsárunum. Fyrir hans tilstilli hefur stríðsminjasafninu á Reyðarfirði áskottast nokkur ökutæki frá stríðsárunum. Já, við erum hér með gamlan lítinn skriðdreka sem á að vera svona til minningar stríðsárin hérna á Reyðarfirði og það voru víst svona litli drekar hér ásamt fleiri tækjum og við fengum þennan dreka yfir í Breiðdal þar sem hafa búin að standa lengi þar bara út á túni og ríkaður og náttúrulega orðinn ljótur og við fengum hann hérna á safni frá getum mönnum þar og letum snarblósan og lakkan og við erum með að hjálta að gera það nú fyrir sanngjarnan pening og hann er komið hér og þetta er bara gaman að þessu, þetta er svona uppfylling í safni sem er hérna ásamt bílum sem við erum búin að kaupa og eru hérna í kring. Þannig að þessi dreki var ekki hér á staðnum? Nei, mér skilst að hann hafi verið keyptur og opnað fyrir sín tíma og það notað þar í hérna mjólkurflutninga en hann er náttúrulega mjóum beltum og hefur flottið illa þannig að ég held þeir hafi gefist upp á því og síðan fenguð þeir hann Breiðdalingar og ég held þeir hafi ekki notað hann. En þetta er kanadískur Ford. En það eru 3 aðrir bílar hérna á svæðinu sem eru komnir hingað fyrir þína tilstilli, það ekki? Jú, það er hérna 10 hjóla GMC-trukkur sem við fengum hérna stutt eftir að safnið var opnað. Hann er hérna á Reyðarfirði, var hér á stríðsárunum og var notaður í flutninga eftir stríðið til héraðs, bæði með vörur og hey og ýmislegt og síðan erum við með hérna Dodge Vipon sem voru kallaðir guttur hér í gamla daga og voru mjög algengar hérna bara sem neyslubílar hérna eftir stríðið og þann bíl fekk ég upp á Grímsstöðum hjá Braga og síðan erum við með Chevrolet 6 hjóla trukk sem ég fekk á hérna Söðarkrók, það er Björn Kristleifsson sem lét mig hafa hann og þetta hefur verið svona smá kominn og þetta eru allt saman gangfæri bílar og svo liggur fyrir að jafnvel að kaupa jeppa, herjeppa, annað 22-24 módel. Þá fyrir þetta nú að verða svona þokkalegt og gerir svolítið hérna fyrir safnið. Svo væri náttúrulega svakalega gaman að fá mótorhjól með liðavagni ef hann væri til einhvers staðar. Og við lýsum hér með eftir mótorhjólinu? Já, lýsum hér með eftir mótorhjólinu með liðakassa. Við stríðsminjasafni stendur loftvarnabyrgi sem að Sigfús lét flytja neðan úr bæ. Það voru náttúrulega ansi mörg byrgi hérna á Reyðarfirði, alltaf ekki verið 7-8 sem voru sett upp svona til öryggis fyrir fólk. Þetta var alltaf að vera athvarf fyrir fólk að vera að gera árás. En tilhöfuð þess að það hér er það að þegar var að vera að grafa fyrir verslunarmiðstöð hérna sem heitir Mólin, þá kom ég þar að og þá var verið að grafa upp úr fyrir húsinu. Og það er akkúrat þar sem að þetta byrgi var þar niðarjarðar, eða sem sagt rétt blitt í það. Ég bað á að grafa í kringu það, prófa hvort það var í þetta, náði í heilu upp og færa það. Og þeir voru fúsir til þess að þessu skot og það var grafið í kringu það og síðan var ákveðið að prófa að lyfta þessu upp og flytja þetta í heilu lagi. Og ég fekk öflugan krana til að slá á þetta. Settum svona spelkur inn í það og það tókst, þetta var um 18 tonn og síðan var það bara flutt hér upp eftir og svo lét ég grafa það hérna niður, smíðaði það hurð og bekki og loftræstingu og þetta er sem sagt gaman að hafa þetta hérna. Þetta er reyndar víðar í bænum en þetta er hérna, passar að hafa þetta hérna við safnið. Viltu ekki bjóða mér í bæinn? Jú, ég skal bjóða þér í bæinn. En kom einhvern tíma til þess að fólk færi í byrgið? Veistu það? Ég held að það hafi farið í byrgið. Reyndar sagði móðir mín
vera það að hún hefði nú aldrei farið í byrginu, það var farið en hún fór niður í geymslu þau byggu steyptu húsi, fór þar niður í kartöflugeymslu og fór þar niður. Mér sé að ég held hún á akkord til ófrískar mér þá, 1972. Þetta er svona eitt hluti af fortíðinni á Reyðarfirði. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.